Patrekur, þú kemur nýra þessu og það er svona svolítið breytingar og svona kannski fór ekki að vilja stað á laugardaginn, þannig að þetta verður kannski svona þungt til að byrja með eða hvað? Jú, ég gerði mér alveg grein fyrir því að þegar ég tók við liðuna að það yrðu mikla breytingar. Margir góði leikmenn að hætta hjá okkur, reynslu miklu leikmenn. En ég tel samt að sko með að við þegar við fáum alla leikmenn inn sem að hafa verið, ég meina Embla hefur ekkert verið með okkur, Guðmund ekki, Tinna meidd og þegar ég fæ fleiri leikmenn inn og við þurfum að styrkja hópinn líka. Ég er að skoða með markmann erlendis frá. Svo að þú veist, þá held ég að við getum alveg gert góða hluti en neini, okkur er spáð þarna 7. sæti eða hvað það er og það er bara eins og ég segi, við unnum ekki marga leiki í fyrra, við unnum 5 leiki og töpuðum 14 og gerðum einhver 2 jafntefli eða 1, hvað það var. Svo að þú veist, við þurfum bara líka aðeins og það er það sem við erum að gera í Garðabænum, að við viljum æfa meira, við viljum bara svona koma, bara skipuleggja fleiri æfingar og aðeins að breyta svona æfingakúltúrnum og það tekur ákveðin tíma og maður sér alveg að við spilum æfingarleik við Víking, unnum þær, Víkingar með svipað lið og við, spilum síðan við Hauka, töpum fyrir þeim með einhverjum 5-6 mörkum og þá sá ég náttúrulega svo mikið breytt þar, þau gáttu skipt endalaust inn á og síðan náttúrulega fáum við þetta prófað á móti Val. En ég, eins og ég segi, ég er ánægður með hópinn, þetta eru duglegar stelpur og margar ungar og líka þessar eldri að það er svona aðalatriði að maður sjái einhverja framfarir í þessu. Við ætlum, eins og ég sagði áðan, við ætlum að auka æfingamagnið, vera með fleiri tækniæfingar, styrk og annað. Ég tel að það sé algjör grunnur, ekki bara í okkur, bara í kvennahandboltanum, að þegar maður horfir á alþjóðlegan bolta, Noreg og fleiri þessi lið, þá sér maður hvað þetta er svona grunnur og við þurfum að færa okkur nær þar, ekki bara Stjarnan, heldur öll lið held ég í deildinni. Sumir eru komin lengra eins og Valur og Haukar kannski og Fram, IBVF. En við, þú segir, mér finnst þetta skemmtilegt verkefni, þetta er nýtt fyrir mig, ég var nú svolítið leiður á hinu og búinn að vera í því í 15 ár samfleytt. Fór síðan í sumar líka í nýtt verkefni með 18 landsleik karla, svo ég er ferskur og mér fannst það rosalega gaman og gekk vel og það er saman með stelpunnar, ég veit þetta er alveg hörku vinna og við erum eftir að tapa einhverju leikjum en ég vona bara að við náum að svona búa til ég er með 2 ára samning og ég vona að ég ná að búa til og laga kúltúrinn aðeins. Þannig að þetta er svona kannski líka spurningin svona láta svona leyfa leikmönnum að þeir hafi svona trú á því að fara í gegnum veturinn ef þetta verður erfitt þá að þeir svona haldi í vonina. Já, og bara æfa og bæta sig, skilu, það séu framfarir og við séum að bæta okkur og þú veist, þetta verður alveg töff og ég ger mig grein fyrir því en að við séum samt, maður sjái, þú veist, viljan í leikmönnum og koma verkefni sem við hefum örugglega að lendi í vandræðum en ég vil líka sjá bara að við séum að gera þetta maximal og þetta effort sé í lagi og það var ekki á móti Val og alveg var betri en við en ekki svona mikið og það var ekki gott hjá okkur en mér líst bara vel á þetta tekur tíma, ég er með frábæra stjórn eða meistararáð í kringum lið, fjölmennt og duglegt og gerir mikið í svona ekstra fyrir svo að við erum að byrja þessa vegferð núna allavega, ég meina Stjarnan var áður fyrir frábært kvennahandboltalið en við höfum verið í smá lægð undanfarin ár og við viljum breyta því og það er hörkuvinna.